máli hvernig við getum þróað okkar samfélagi betur í sátt við umhverfið. Og sem verkfræðingar þá erum við alltaf að leita að umhverfisvænum lausnum eða umhverfisvænu skipulagi, umhverfisvænum ferlum. Þannig kemur umhverfisverkfræði inn á rosa marga þætti verkfræðinnar og mjög þverfræðilegt fag. Umhverfisverkfræðin svo grein verkfræðina sem fjallar áhrif mannvirkja á umhverfi sitt og þá bæði sérstaklega þá með tillit til öryggi og heilsu og það þetta að hugsa þá bæði hérna innan borgarinnar þar sem við erum í mjög nánu samskiptum við íbúana eða þá út í náttúrunni þar sem þá umhverfisáhrif á náttúruna skipta mjög miklu máli. Og þá eru umhverfisverkfræðingar koma þeir og finna lausnir þar sem hægt að lágmarka áhrif þessara mannvirkja á til dæmis náttúruna eða stuðla að hagsbótum fyrir notendur mannvirkjana. Við erum mikið verið búin að spá í örlög regnvatns og eins og þið viti í borgarumhverfinu þá fellur regnvatnið á þökin og hefðbundið þá söfnum við öllu þessu vatni sem fellur þá á þökin eða á bílaplönin niður í skólpkerfið okkar. Og þetta nú ekkert sérstaklega svona spennandi, sérstaklega í svona gömlu hverfi eins og þar sem háskólinn því að þar skólpinu og regnvatninu blandað saman og síðan fer þetta í skólpræslustöðvarnar sem anna ekki álaginu í mestu rigningum eða mestu hlákunni. Þannig að núna erum við að hefja rannsóknir á því hvernig getum við hugsanlega nýtt regnvatnið staðbundið. Og við erum búin að vera að skoða lausnir eins og græn þök en þau eru svolítið sniðu vegna þess að þegar vatnið fellur á þökin þá fer hluta vatninu í það fyrir gróðurinn að vaxa og svo fer hluta vatninu inn í jarðveginn og þar hreinsast það af þeim hugsanlega efnum sem geta verið skaðleg, svona það geta verið þungmálmar og eitthvað slíkt. Nám í umhverfisverkfræði mjög fjölbreytt. Fyrst gefum við nemendunum grunn fyrir þau hugtök sem við ætlum að nota í umhverfisverkfræðinni og síðan beitum við þessum hugtökum, hjálpum við að beita þessum hugtökum á raunveruleg verkefni, til dæmis í tengslum við fyrirtækjastofnanir sem að glíma við þessi vandamál hjá sér. Það sem við tökum helst fyrir eru til dæmis mengun og hvernig við getum komið í veg fyrir mengun. Við skoðum skipulag, hvernig sé hægt að skipuleggja til dæmis betur borgarsvæði í sátt við umhverfið. Við erum að skoða skólpmál og hvernig við söfnum ruslun okkar og hvað við getum gert síðan úr ruslun okkar, getum við nýtt á einhvern hátt. Við erum líka að spá í rekstur fyrirtækja, hvernig geta fyrirtæki staðist betur á umhverfismálum. Umhverfisverkfræðingar starfa til dæmis á verkfræðistofum, á stofnunum og raunni víðsvegar í þjóðfélaginu. Alls þar sem umhverfismál og lausnir sem þarf að glíma við sambandi við byggðu umhverfi komum við sögu. Við erum að tala öll stóru fyrirtækin með einhvers konar umhverfisverkfræðinga á sínum vegum. Þannig að þetta starfsvettvangur sem hægt að nýta á mörgum sviðum eftir bara hver áhuga svið þitt